Já, Röst sjávarrannsóknasetur er óhagnaðardrifið sjálfstætt félag sem að var stofnað 2024. Sko, Röst er þannig orðin vettvangur fyrir hagnýtar og markvissar rannsóknir sem að hefur sýnt sig nú þegar að gefur okkur grunnupplýsingar bæði umhverfi og lífríkið í hafinu hérna við Ísland. Nú, okkar upphaflegu rannsóknir, þær hafa farið fram hérna í Hvalfirði og í nánu samstarfi við Hafrannsóknastofnun. Þar höfum við stundað mjög ítarlegar rannsóknir bæði á ástandi hafsins og lífríkinu í firðinum og það má í rauninni segja að Hvalfjörðurinn sé nú orðinn mest rannsakaði fjörður landsins. Við erum í rauninni að stunda hafrannsóknir til þess að bara fá betri innsýn inn í ástand hafsins í dag og vonin er þá að við getum þá stuðlað að því að það verði teknar betri ákvarðanir hvað varðar í rauninni bara allt sem tengist hafinu. Við erum nú þegar búin að koma okkur upp eins og ómönnuð rannsóknarfari sem er svona hátækni rannsóknartæki sem að við getum látið ferðast yfirborð hafsins og safna upplýsingum sem hérna er í rauninni bylting í hafrannsóknum og við sjáum það bara sem fyrsta skrefið í þá átt að miklu markvissari, hagkvæmari og skilvirkari rannsóknum. So SULA is a unmanned surface vehicle, a USV, and her purpose is to monitor the ocean in the most simple way possible at a scalable level for low cost. So the boat doesn't cost a lot of money, but we do have a lot of expensive sensors on this boat. And those sensors monitor things like pH, PCO2, so carbon in the ocean, at the sea surface, and the atmosphere. As well as temperature and salinity, chlorophyll. We also have cameras and wind instruments to, measure the atmosphere. So the major purpose of this is to get into places where you can't normally get with a large research vessel and do continuous monitoring of the ocean without having a crew on board all the time. So SULA is equipped with a lot of different sensors. We have first and foremost a winch, which is unheard of on a lot of these ASVs or USVs. Normally you can only sample the sea surface, but on this boat we have a winch which allows us to send down a CTD and do profiles of the water column. And the CTD, we have samples temperature, salinity, dissolved oxygen, chlorophyll, and rhodamine. Then we also have PCO2, which is inside of the boat, as well as a pH sensor. And those two combined tell us about the chemical properties of the ocean. Well, it's important to collect this data because the ocean is always evolving and always changing. And especially with SULA, we can get into those shallower coastal areas and fjords, especially in Iceland, that are understudied and undersampled by those large research vessels that I was talking about. Úrvinnsla gagna er ennþá í gangi en við höfum nú þegar séð við höfum þegar séð ný búsvæði sem ekki voru þekkt, búsvæði fyrir kóralþörunga til dæmis og það er nýr landnemi í firðinum, það er að segja bristlingur er fisktegund sem er nýr landnemi við Ísland og hann er heldur betur búinn að setja stað inn í Hvalfirði og ég vil meina að auknar heimsóknir hnúfubaka í fjörðinn séu einmitt þess vegna. Og það er mjög áhugavert og þetta er bara svona toppinn af ísjakanum í þeim upplýsingum sem við erum búin að vera að afla. Við höfum áhuga á að skoða samspil í loftskiptum sjávar og andrúmslofts með sérstöku tilliti til bindingar og koldíoxíðs. Við núverandi aðstæður þá er þessi binding á koldíoxíð í hafi að valda súrnun sjávar en við ákveðnar aðstæður getur hafið bundið koldíoxíð án þess að auka súrnun sjávar og jafnvel spornað gegn súrnun og þetta eru hlutir sem við höfum hug á að skoða betur í framtíðinni. Það sem að kannski óhagnaðardrifið félag eins og Röst getur gert er rauninni bara að veita, rauninni bara óháða niðurstöðu. Það er engin að í rauninni reyna að búa til einhverja þekkingu sem segir eitthvað ákveðið. Það er bara verið að taka í rauninni status quo og deila því með fólki. Röst er með mjög skýra gagnastefnu, öll okkar gögn eru opin og öllum aðgengileg og þannig viljum við stuðla að því að sem flestir geti nýtt sér þessi gögn.
ekki bara að vísindafólk geti nýtt sér þetta heldur miklu víðari hópur fólks og það það sem okkur langar virkilega að vinna með líka. Við vitum að hafið í kringum okkur að breytast og við á Íslandi byggjum okkar viðurværi af hafinu og erum líka bara umlukin því. Við erum eyja í miðju Atlantshafinu. Þannig að mér finnst svona vera dálítil svona siðferðisleg skylda okkar, ekki bara á Íslandi heldur líka bara sem mannkyn, að vita betur hvað að gerast í hafinu. Þannig að við getum þá vonandi stuðlað að betri ákvarðanatöku málefni hafsins.